Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það mynd í bíó, stundum tölum við bíó hérna og það mynd Bob Dylan sem nú ótrúlegt góð. Hún heitir A Complete Unknown og sýnd í sambíónum. Ég sá hérna á Facebook þegar David Lynch dó, þá skrifaði Viðar Víkingsson af því að það voru allir að minnast David Lynch og hvaða áhrif hann hefði haft á hugmyndaheimsinn og líf, þá sagði hann Guð hjálpa okkur þegar Bob Dylan deyr, að þá verður Facebook undirlagt af stúlkur það og þess vegna svo ég að taka svona forskot á sæluna og fá að ræða þessa mynd að einhver leyti en náttúrulega kannski mest Dylan sem að myndin sem að hefur haft áhrif á okkar menningu. Já. Og hingað komið einvala lið af svona drengjum úr gamlu unglingaherbergi. Hérna Mike Pollock, gítarleikari. Sæl. Dagur Kári Pétursson, leikstjóri. Arnar Eggert Thoroddsen, félagsfræðingur og rock-sagnfræðingur. Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníunnar og útvarpsmaður og Kristján Freyr Halldórsson, rockstjóri. Herðu, ef ekki að taka samt, byrja á því að spyrja svona, má ég spyrja þig, hvernig fannst þér myndin? 1. febrúar þegar ég labba út, bara masterpiece. Og líka ég var með að hugsa í gangi að Bob Dylan var mjög hugrakur og sannur artisti. Þetta voru mín 1. febrúar. Sagan svolítið það að hann velur sína leið í hópinn. Já, hann hefur aldrei látað setja sig inn í eitt kassa, og ennþá daginn í dag. Það er bara aldrei verið svo. Nei, og ef á að setja hann í box þá hleypur hann í burtu? Já, ég meina, það kemur fram með þessari mynd að hann gerði svona gullkálfurinn eða Messias þjóðlagahreyfinguna og Woody var orðinn mjög veikur en hann vildi ekki bera þetta á herðar sínar og það var miklu meira sem hann ætlaði að gera. Ég meina það var táningur, hann var í rock'n'roll band til dæmis. Hann vildi vera Elvis. Já. Það var kannski stóri draumurinn hans. Já. Hann vildi ekki vera leiðtogi. Já, hann sagði, nei, hann vildi aldrei vera leitt. Hann vildi vera Elvis. Aldrei. Já, hann sá með Buddy Holly og marga góða artista, mjög ungur og það var í gagnfræðaskóla. Ég held að fyrsta gigið hans var ekki út af svið. Þá voru að spila Buddy Holly, Little Richard, hann var að spila á piano. Já. Herru, Dagur Kári, þú nú eini menntaði kvikmyndafræðingurinn hérna. Er þetta góð mynd? Mér fannst mjög gaman að stíga inn í þessa veröld og ég held að þetta sé svona sá staður og sá tími sem að ég myndi... Þetta hljómar eins og maður að tala þættinu Vigdísi. Góð sviðsetning á periódu. Já, og ég oft hugsa að ef maður fengi að teleporta sjálfum sér fram með aftur í tíma þá myndi ég örugglega fara í Greenwich Village 62-3 já, ég fekk líka nokkur sinni svona gæsahúð þótt að væri ekki Bob Dylan heldur hvað heitir hann Chalamet sem var að syngja Timothy, já. En mér var líka gaman að það voru margir í bíó og það var mikið ungu fólki og það var gaman að sjá það en ég er svona svolítið mikið einn í þessu höfður. Hvað segirðu? Það er mikið einn í þessu höfður. Já, af því að nú er náttúrulega nánast ógerlegt fyrir leikara að túlka Bob Dylan en mér fannst þetta mjög slöpp túlkun á honum ef ég að segja svo er að Bob Dylan hann er vissulega óþólandi en hann er líka ómótstæðilegur og mér fannst Timothy takast mjög vel að gera hann óþólandi en ég sá ekki sjarman, ég sá ekki rafmagnið í honum og mér fannst hann alltaf vera bara á svo lágri orku og alltaf á sömu orku þannig að það skemmti svolítið fyrir mér. Mér fannst það bara ekki, mér fannst það ekki heillandi. En leikstjóri reynir að hjálpa til með því að klippa yfir á Pete Seegers eða einhvern annan eða Joan Baez eða eitthvað sem horfir á hann og þá átt að vita það að þetta
það sem þau eru að heyra, þú hefur heyrt það milljónsunum eftir að þá sé þetta algjörlega uník, það sé við opna bara einhvern heim. Þetta er snillingur á ferð, eða ekki? Sagan er að segja Jú, við alltaf þekkjum sögun og allt það, sko, en þú veist, mér fannst bara að því að það er búið að gera svo mikið úr því hvað þetta sé stórkostlega leiksigur og hann er tilnefndur Óskarsverðlauna. Mér fannst þetta ekki vera leiksigur, mér fannst það bara, þú veist, já, þú veist, mér fannst vanta sko rafmögnunina og eirðarleysið og í hann og húmorinn og þú veist að því vissulega var hann óþolandi en hann var líka fáralega sjarmerandi og mér fannst, ég sá bara þessar óþolandi hlið og já, og svo svona finnst mér að vera áhugavert að ræða kannski, þú veist, hvað vill þessi mynd segja okkur? Hún sýnir okkur hvað gerðist en er einhver túlkun eða er einhver vingill á það? Arnar Eggert, þú varst með fjölskylduna þína? Já, við fórum öll saman. Helgistund? Já, fórum saman, kona mín, Móheiður Hlíf Geirlaugsdóttir, dóttir Geirlaugs Magnússonar, sem var mikil Dylanisti, og dætur mínar 18 og 20, og Dylan á mjög mikið í okkur og er svona svolítið miðlægur bara á heimilinu. Og við fórum þarna í miklu stuði, allir mjög stemdi fyrir þessu á alls konar forsendum. Og ég tek undir bæði það sem Dagur og og Mike er að segja að mér finnst takast vel að undirstrika þetta að einmitt sannulistamaður og fer sína leið. Með myndina sem slíka, þar var ýmislegt sem mér fannst rosa flott að vera komin bara í Greenwich Village og ég fekk alveg svona í magan sko fiðrildi og gæsahúð og þegar þeir voru bara skottast 64-5 bara að vera ógeðslega cool Dylan og félagar hans, bara hvernig voru klæddir og svona, þetta var svo og fyrir mig kannski að því hún nefnir rock-sagfræðingur, mér fannst mjög áhugavert að sjá hvernig myndin tók á þessari yfirfærslu kyndilsins sko frá í rauninni Guthrie til Dylan og líka þessi átök Pete Seeger og þessi kassalaga hugsun þarna hjá þjóðlega tónlistarfélaginu og hvað Dylan er að gera og hvernig Dylan bara breytir þessu bara alveg. Þetta er náttúrulega saga sem búið að segja okkur í 60 ár. Já, mér fannst og til dæmis fyrir, og ég veit það, en eins og stelpuna mín er mjög gott að fá þetta svona innpakkað fyrir þær, sko. Og að lokum, ég segi bara, en ég líka dálítið, hvert er erindi myndarinnar? Það er dálítið að huldu. Er þetta kannski bara svona metakomment á að hann sleppur alltaf undan einhvers konar dýft, sko, þegar við ætlum að skilja hann, sko. Og er á eiginlega flóttamaður í heiminum. Já, í rauninni, sko. Það má líka horfa á þannig að hann eiginlega bara vafrar heiminn frá tónleika til tónleika og leitað einhverjum sannleika eða einhverju hann finnur ekki neitt. Þetta ég meina Dylan getur verið hans saga, eða ekki? Jú, þetta er ekki bara hetjusaga, sko. Nei, og og bara alls konar að spinna mjög margt með þetta eins og mjög gaman að sjá Seeger og Guthrie en eins og hvernig konurnar eru túlkar í myndinni fannst mér svona eins og í öllum svona myndum þær eru alltaf nákvæmlega eins standa hnípnar á kantinum fúlar út í sinn mann það er bara þannig það fá ekki að vera með þetta er svo mikið stráka og líka herbyggi að Guðni annað með þetta komment Guðni, hvað Sko ég er nú sammála sumu ég er ekki sammála að túlkunin á Dylan sé slöpp sko. Mér finnst hún eiginlega geggjuð. Mér finnst hann líka mjög flott hvað hann er lágstemmd í byrjun. Svo kemur aðeins meira rock í hann í lokin þegar hann setur upp sólgleraugun og hann er ekkert að gera of mikið úr því. Mér finnst hann syngja vel, mér finnst hann performera þetta mjög samfærandi. Mér finnst eins og kannski storyline í þessari mynd, já ég er alveg sammála því. Það er náttúrulega ekkert merkilegt. Það standa einmitt þarna á kantinum og svona hrista hausinn yfir þessu fúlmenni sem hann er skítæll og það er kannski þessuna sem að stelpur eru nú yfirleitt, þessuna er ekki marga stelpur hérna við þetta borð allavega að þær eru svona
reyndar enn og eina fyrstu kæristunum mínu sem kendi mér að hlusta á Bob Dylan sko, en þannig að það alveg inn í myndin að hlusti en þetta meira strákasport og stelpur elska skíkan þú sér bara hópir hérna en svona mér kannski, það mikið einmitt verið að góna á hann svona af sviðsvængnum og allir að veltaði fyrir sér hvað þetta mikið snilld sko í augunum, þetta svona maður hefði viljað klippa hann aðeins líka þessa mynd sko, hún ekki alveg nógu þjætt en periódan geggjuð og æðislegt að vera hérna á Newport og ég skjóti inn aðeins orðandi túlkunina ég slýsaðist til að ég var eitthvað að bara þvælast YouTube kemur upptaka af Newport 65 þar sem hann stígur fram í lokin og syngur It's All Over Now Baby Blue af heimildamynd sem var gerð held ég svona 2012 svartkvítmynd flutningurinn þar bara, hann svo mörgum bara hæðum fyrir ofan það sem þessi leikari nær. Þannig að ég hugsaði bara, heyrðu þið ná ekki að raunverulega sína, þarna sá ég allt í einu sko kraftin í Dylan hvað hann var. Sko. En hann náttúrulega, hann samt undirbýs í 5 ár fyrir þetta hlutverk og mér finnst hann gera mjög margt vel í þessu sko, það náttúrulega dálítið erfitt að gera það kröfur að hann sé alveg nýr Dylan sko, hann verður það náttúrulega aldrei og sérstaklega á þessari periódu sko, ég meina 66 konsertin í Royal Albert Hall náttúrulega bara þannig dokumentum listamann að annað eins ekki til. Þegar þú varst að tala að það var að horfa á hann svona, þá var hann raunverulega eitthvað fenómen á þessum árum. Og þetta eru akkurat árin, ég menna það á engin listamaður annað eins rönn af plötum eins og milli 62 og 64. Já, bara 9-12 mánuðum eða eitthvað. Já, bara nokkri mánuður og hann raðar þessu niður og þetta er allt, sko, það er ekki, það sprengir alla skala. 5 stjörnur dög ekki dátat. Kristján Freyr, þú átt mjög góðan Facebook-status þar sem þú varst líklega að gera grín og sagðir að þetta hefði verið ómerkileg mynd leiðilega mann. Einmitt. Það ekki bara það sem að... Ég held að myndi standa undir því, sko. Takk fyrir í dag og... Já, get alveg tala á þann hátt. Nei, en ég náttúrulega var kannski svona pínu að grínast og vísa í... Margir sá í gegnum það? Jú, margir en ekki, allir. En sko, ég verð að byrja á því að koma út úr skápnum líka að ég er rosalega lítill Dylan-maður fyrir gefiði og það sést ekki glitta hvergi sko í Dylan heima hjá mér. Ég bara hef ekki þroska til þess og mér langa á svo mæti bíó og verða aðeins fullorðin með þessu en langaði auðvitað þekki Dylan og þekki katalógin mikið til en hann er aldrei svona náð mér einhvern veginn endilega. Það er alltaf bara að ganga reynd fram með það en það er svo stórkostlega finnst mér fyrir það fyrsta, þá heitir myndin A Complete Unknown og maður fer í gegnum þetta ferli þessi ár og ég er sammálaði sem kemur þetta fram maður var alveg heldtekinn í þessari periódíu og vera komin periódíu og vera komin til New York á þessum tíma og maður var bara, þetta er þessi gæsahúð, ég fekk þetta allt sko einhvern veginn, en farið í gegnum þessa sögu og auðvitað svona hafði maður séð svona hitt og þetta og þekkti smá en snildin finnst mér í nafninu og þegar maður kemur út úr bíónu þá er Bob Dylan algjörlega fullkomin óvissa fyrir manni ennþá. Þannig allur litteratúr Bob Dylan. Já. Þú getur lesið endalausar bækur það eru alltaf þetta, það eru alltaf sagða frá þeim sem hann kom til og fór síðan frá. Þannig það er alltaf einhver sök í frásögninni að hann hafi svikið fólk. Já. Og það sittur alltaf eftir fólk að hann kom hingað og hann fór og ég hef ekki hugmyndu hver þetta er. Hann lýgur öll sig. Ég meina, hann er ein mýta bara sem hann er búin að smíða sig í gegnum árin. Hann er alltaf verið í brjálæðislegri mótsögn með allt sem hann hefur áður sagt sjálfan sig. Þannig að það mun aldrei breytast. Já. Sakfræðilega séð að mér fannst líka myndin gefa ágætis mynd hvað var að gerast í bandaríska þjóðfélag á þessum tíma. Þetta kemur fram Civil Rights Movement í Washington og hann spilaði þar. Og líka sem kallað The Cuban Crisis. Bob Dylan, morðið á Kennedy. Já, svo þetta er svona að fara í tímavél eiginlega. En misti ég athyglinna en það er ekki myndinni hann stóð basically við hliðina á Martin Luther King þegar hann sagði I have a dream ræðuna fyrir framan 120.000 manns var það í myndinni? Það er smáatrið sem hann kemur er í sjónvarpi. Það er ekki farið mikið í þessa pólitík í myndinni sko. Í rauninni
lítið og þú veist Enda sagði hann sér frá henni. Já, mér finnst þetta gaman að heyra kannski frá Degi af því að hann nú einmitt þarna með menntununa á bakinu sko, það bara með þessar biopics, þessar myndir sem maður hefur séð, maður var unglingur og þegar maður sá Jim Morrison myndina og maður svona lifið á því og maður tók upp allt Doors elementið og á þessum tímum sem að mér veist bíó bara einhvern veginn, þetta alveg að líðendur lok, verið að skella lásbráðum í þessum bíóhúsum sko, það verið að reyna að sína bíómyndir, eldri bíómyndir og slúðis, en sko hvernig þetta hefur verið, það bara verið svona einhverjum Marvel crazy bíómyndir þar sem að þú veist, það er bara að hlaða ofurmennatriksum á hverja einustu persónu til þess að fólk komi í bíó einhvern veginn. Þannig að fara þessa leið þetta hefur fengið Johnny Cash, við fengið Brian Wilson, við fengið svona Elton John og Freddie Mercury og svona hvað finnst ykkur það? Þú veist bara Mercury? Það er alltaf bara margt ótrúlega jákvætt Bubber í Borgarleikhúsinu? Já, þú veist, mér finnst það náttúrulega mjög jákvætt eins og ég sagði, þú veist, maður mætir í bíó og það er fólk í salnum og það var þarna, þú veist, vinahópur, einhverju 12 menntskælingar, þú veist, þannig að maður sér þetta hefur það potensiál einhvern veginn að kveikja glæðurnar hjá nýri kynslóð, ekki spurning og Ég fór með 40 son minn og 17 ára dóttur og ég er rúmlega 60, þannig að þetta eru 20 ára tímabil Ég labbaði út og spurði hvernig fannst ykkur? Alveg frábær mynd, sögðu bæði. Sonurinn sagði, en ég náði ekki alveg, það er ekki dramatík í þessari mynd, sagði hann. En mér fannst svona, já, ég var frekar daufur gagvart þessu. Þannig að mér finnst þessu unga kynslóðin sko upplifði þetta sem eitthvað ævintýri. Ég mitt fór með, sko, við fórum 4, svona típisk íslensk fjölskylda sem að kemur svona sikkur áttinni. Kærasta mín og sonur hennar sem var eiginlega að heyra Dylan í fyrsta sinn þennan dag bara leikum við sko. Þannig hefur hans tónlistaruppeldi verið sem slíkt sko, hann var vissi ekki hver þetta var og svo strákurinn minn sem er 18 ára og er orðið meiri Dylan aðdáðandi en pabbi sinni, það er að verða það og það er bara eitthvað smitt sem að gerist þar sko. Allir höfðu mjög gaman að þessu en náttúrulega hún sagði strax, hann er náttúrulega skítæll veist, og það er það sem var hann er náttúrulega massíf skítæll sko. Já, þegar hann var ungur hann var skána með aldrinu og svo hann auðvitað oft ansi óþolandi við skulum alveg horfast í augu við það Þá myndin að Don't Look Back Jesus, hann átti í þessi blaðum hann var svo wow hann gæti verið grimmur og svo eru vondar plötur á milli sem koma seinna meir auðvitað, það er ekki allar þessi 5 stjörnu snild sko og svo, ég man, þetta eru einhver leiðilegust tónleikar sem ég farið á, það var hérna í Laugardalshöllinni ég fór þú sopnaðir, það eru mjög margir sem fóru út ég meina salurinn var hálf tómur þetta er tímabili það sem hann segist hafa ferðast heiminn, hatandi katalógi sem hann þurfti að syngja og hrækt út úr sér lögunum og við fengum sínsum á því hérna í Laugardalshöll það var alveg hræðilegt þegar hann kom á hjólinu Ég var svo gaman að eldri kynslóður að svona nýta í eins og hefur verið í svona alls konar gagnrýni eða greinum sérstaklega á Vísi på síðkasti að til dæmis mátti sjá Jónas Sen var að nýta í söngstíl Bríetar og svona eitthvað að nenni ekki að syngja og mér var svo skemmtilegt að skulle koma frá kannski einhverjum kynslóðum sem að hafa verið með Bob Dylan inn í herbyggi á sér í áratugi. Herðu, má ég aðeins áður tölum hvað þessi mynd var Mike, hvenær varst þú varð við Bob Dylan í þínu lífi? Sko, bitur við, þetta er Blonde on Blonde kemur út, þá var ég hvað? 66, 65? 66, já, 66. 66, þá var ég 12 ára. Og það var alltaf mikið tónlist á heimilinu, alltaf gleip í mér allt. Og ég var svona dolfallinn yfir þessu, mér fannst þetta var alltaf skrítið fyrst, víst, og lögin voru á ein hlið, bara eitt lag á plötunni en hann náði að sjarmaði mig upp úr skónum svo ég varð að fara út og kaupa alla plötuna sem ég mista og er búin að kaupa alla plötuna síðan þá til digitalöldin kom ekki enn það Þannig þú hittir hann bara í lokakaflanum af þessu stórkostlega sköpunargosi og 12 ára þegar maður bara... Já, það er þá sem ég kennist Dylan. Og þú ert að stíga út í fullorðisheiminn og hefur Dylan fylgt þig bara síðan? Já. En þú er ekki eldan, hann hefur náttúrulega farið út allt
tengt bæði í músík og í svona hugmyndaheim og... Já, svona fjöllistarmaður mjög góður og veist mála og ironworks og allt þetta en seinasta plata Rough and Rowdy Ways þá kemur hann með mjög langt lag Kennedy Murder Most Foul sem þú lest þetta á blaði sko og segja ok, þess vegna vann hann Nobel, en þetta rosalega penni í döðsvegin hann tók upp gítarinn hann getur alveg plumað sem sér rithöfundur ekkert mál Já, Dagur Kári hvenær kynntist þú til hann? Já, náttúrulega þú veist Alveg upp við þetta kannski? Hvað segirðu? Þetta alveg upp við þetta? Já, einhverju leiti sko að þessar plötur voru náttúrulega til á mínu heimili og foreldrar mínir eru að þeirri kynslóð sem voru, þú veist, honum samferða þannig að ég heyri þetta í minni æsku og svo svona sko að menntaskóla árunum þá fór ég að fá eitthvað svona persónlegan áhuga á Bob Dylan og það var svipað leiti sem að fyrsti bootleg-kassin kom út Já, einmitt Ég hlustaði mikið á hann og þú veist, já, ég heitlaðist held ég að því hvað hann virtist vera sko brjálæðslega frjór og líka í þessum bootlegskassa þá kemur líka fram svona sko húmor og þú veist þannig að hann hefur svo rosalegar mótsagnir í sér sem að einhvern veginn bara svo heillandi og já, allar götur síðan þá hef ég tekið það svolítið í tímabilum það koma tímabilar sem ég hlusta eiginlega bara á Bob Dylan og les fullt af bókum og svo köttaði ég algjörlega á það og svo einhvern veginn tekur það þessu upp aftur en þú veist ég en einmitt eins og þú kemur inn á þú veist með hvað ég lesi marga bækur hann þá finnst mér ótrúlegt hvað maður einhvern veginn engu svarað og svona mér finnst þetta vera svolítið svona eins og hans trikk sé þú veist að gefa manni aldrei það sem maður þarf að við elskum hann en hann einhvern veginn gefur ekki ástina tilbaka þannig að við náum í hana og hann, þú veist, hann spilar ekki lögin eins og við viljum heyra þau og hann alltaf sko, hann heldur okkur alltaf í þessari spennu En var það ekki bara því að hann gaf svo mikið á þessum fyrstu plötum þú veist, þá kemur hann með bara gjöf sína til okkar á 2 árum Já. Og við overdósum einhvern veginn og veröldin fór að gera þessar brjálæðislegu kröfur á hann að hann ætti að sko, stöðva Víetnamstríðið og bara bjarga heimsfriðnum og finna lausnir við öllu ultrakapitalismannum og öllu auðvitað hrekkur maðurinn í kút og þess vegna hefur hann eftir það þá býr hann sig til þessa persónu sem svona elusive, sem svona laus í sér einhvern veginn og góðsagnakent og hann fádama óþekkur fer út í eyðimörkina einhvern sem hann sagði ykkur svona var að tala svona sellátt og það var allir byrjað að leggja auglýsingum hjá nema Bob Dylan mánuði setna mætir hann í Lincoln auglýsingum og fyrir að auglýsa Lincoln hann bara þolir ekki ef það á að eigna honum eitthvað sem að hann ekki verið okkar en hann hefur líka sagt sko sem listamaður og þá maður sko í góðum málum svo lengi sem maður becoming að þú veist að það ef manni líður einhvern tímann eins og maður sé komin á einhvern áfangastað þá maður í slæmum málum og það eins og hann bara alltaf á flótta sko, hann bara alltaf leið og hann sko komið með einhvers konar samþykki einhvers staðar að þá var hann farin hefur það annað. Ég hef líka ég tekið eftir því svo ég kom með mitt innlegg í þetta ég og Dylan hún dálítið sérstök sú saga því að ég var sko langt komin í háskóla og orðin mjög analytical og ég sá ég var ekkert að tengja við Dylan sko og ég hugsaði þetta gengur ekki Arnar þú verður að gera almennilega tilraun fer á Don't Look Back í bíó og bara sýnt þar og þar kem bara 0 inn og þegar hann að syngja The Lonesome Death of Hattie Carroll þá bara kom 3 metra há ljósapera fyrir ofan hausinn á mér og ég hef ekki litið tilbaka síðan sko og mér langaði bara að kommenta eitt því við erum að tala hvernig hann og þú veist, Guðni vinur minn tala mikið hans í skíthæll og ég meina, en þú veist John Lennon, Jim Morrison kallar í svona stöðu meir og minna skíthallar þeir eru komnir á þetta ungir menn ungir menn komnir á þetta færi band en ég ætla að segja, ég verið að reyna að taka eftir þessu mannlega við Dylan
ég horfði þarna á heimildamyndina sem hann gerði Scorsese og mjög snemmi í myndinni þá fer hann að hlæja Dylan, sagði bara að þessi gaur var að reyna að kenna með blues og hlær innilega og ég sá Twitter eða X komment frá Bob Dylan þar sem hann var að barma sér yfir fráfalli Little Richard. Þetta var mjög svona einlæg færsla og þriðja hvernig hann svona Nei, ég datt út, Guðni. Já, Guðni, hvernig það kemur. Það svona í kringum 20 sem að ég svona húkast á þetta og það leiti sem að ég og Arnar förum að vinna saman í plötubúð sem heiti Jappis og ég held að ég hafi bara verið á undan í Dylan. Það var eins og ég segi svona, það var kærasta sem að húkaði mig á einu lagi Hurricane af þeirri plötu sem einhvern veginn þá kveikti ég allt í einu á hvað þetta væri. Ég engin svona rosalegur safnari, sko. Ég meina, menn eiga náttúrulega hillu metrana af einhverjum bútlegum og einhverju, en ég á slatt af þessum plötum og nokkru bækur. Það eiginlega, þú þarfst að eiga herbergi, þetta eins og lúteristernin. Ég heldur reyndar að engin okkar sé þannig, sko. Ég meina, en hér á Íslandi eru menn sem eru algjörlega forfallnir í þessari söfnun, sko, og eiga kassettur og eru í alþjóðasamtökum sem skiptast á bútlegum og öllum mögulega. Og geta sagt okkur að lagi sem var gefið út, útgáfan sem var gefið út, það eru til allavega 5 betri útgáfur. Alltaf, því að hann virðist, samkvæmt þessum sérfræðingum, líka hafa það náttúru að ekki gefa út bestu útgáfunar. Þetta Royal Albert Hall hann er mest höfðaður artisti, skilst mér, á plánutinni. Og ég sá gott viðtal við hann í 60 Minutes, þá var hann eldri og tala með þessa tíma þegar yngri og hann sagði bara þetta flætti einhvern veginn í gegnum hann og skilur það ekki alveg sjálfur. Ég geti þetta ekki lengur. Og hann skilur ekki hvað gerðist. Nei, hann það er svo að hafi opnast einhver æð sem hafi flætt út hann. Já. Og Sus, hvað heitir hún, Rotolo, hún lýsir þessu líka, að hann hafi verið svona svampur og soga bara allt í sig af því að það verið að spyrja hana, sko, hafið þú ekki áhrif á hann, hélst þú ekki á hann bókunum, þess að við höfum bara áhrif á hvort annað eins og ungt fólk gerir, en málið var með hann að það var alveg sama hvað hendur í hann, þetta bara ældist síðan út úr honum, sko, sem einhver sköpun, hann gætt sogað í sig, sko, ljóðabækur, bíómyndi sem hann sá, hann var, honum líka lýst svona eins og hann raunverulega lýsir sjálfur sig. En svo næra hann líka hann næra að halda mystikinni. Ég meina, því lýst skemmtilega í inngangi ævisögunni, einni frægustu ævisögunni, nú man ekki hvað hann heitir, það sem hann á ammali og það eru tónleikar í Madison Square Garden og allir að reyna bara að sjá hann, sko. Og það við erum að tala alla sem að skipta máli í skemmtanaiðnaðinum í Bandaríkjunum á þessum tíma. Hann svona, þú veist, hann svona royalitet sem hefur alveg náð einhvern veginn að vera alltaf yfir og allt kring. Já, nákvæmlega. Hann nefnilega helgu maður, þannig séð, sko. Og allir eru að reyna að fá bita á honum, en eins og þið eru að lýsa hérna, að þá þetta, hann vill ekki gefa neinum bita. En það í öllum sögum og frásögum að honum þessi svona vonbrigði fólks með að fá ekki bita. Og það fannst mér koma fram í myndinni og ég hugsaði mig yfir að horfa á hana því að maður búin að sjá þetta í svona umfjöllunum hann að því að sjónarhóðnið yfirleitt að þeir sem hann kemur einhvern veginn inn í lífið og svo fer hann eitthvað og það þessi svona eftirsjá og svolítið svona eins og sé verið að benda okkur sök á hann. Mér fannst þessi tónn verið í myndinu, ég hugsaði var ekki hægt að stíga út úr þessu einhvern veginn og fara þá nær honum. Já, það eðlilegt að þú gerir bara eins og allir hinni sem hafa fjallað Dylan. Verst með þetta sæti á hann. Það búið að rembast við þetta í 80 bókum eða hvað ef maður giska á. En sko, að ég nú viðurkenndi á hann að ég hefði ekki tekið Bob Dylan í stóru skömmtum. Það fyrst ekki spurninguna. Þá samt held ég sig búin svona greina þetta bara á leiðinni, sko, núna. Svo ég komi nú með svona traumatíst element inn í þetta að það eitthvað svona þrjósku raskanir sem ég get alveg svara upp á mig að það eitthvað svona tilhneiging hjá Dylanistum að reyna að tróða hann upp á menn, sko. Og það svona eitthvað þegar sem ég var eins og þeir kollega mínu við hliðina var að reyka plötubúð, sko, á Ísafirði og ég man alveg eftir því, það kom einhver safnplata eitthvað svo leys á þessum tíma sem ég var að vinna milli 93 og 7, eitthvað staðar þar og þá
þá bara, já, ertu ekki búin að hlusta á Dylan maður, og svona, það svona eitthvað svona element í það að þú vilt tróða honum upp á samferðarfólk þitt og og yngra fólk kannski líka og svona, þannig að það eitthvað svona þrjóskuröskun sem hefur orðið til þess að ég fór ekki þangað. Það mun eitthvað gerast eftir hann þátt. Og svo fór ég í, vinn í mál og menningu til margra ára og þú veist bara, og þá kom svona sama elementi, hvað ertu ekki búin að lesa Brekkukots annál? Þú veist, ég var að lesa í Laxness en ég er ekki búin að lesa hann allan svo ég haldi áfram að koma með já, en mér finnst samt já, það er kannski elementi í því að öll tónlistin sem maður hlustar á og hefur kannski farið úr unglingaherbygginu og fyllt manni áfram þegar maður áttar sig á því að þau sem maður horfir til hafa leitað í orðsifjabókina Bob Dylan þegar maður áttar sig á því auðvitað og svona þegar maður heyrir kannski þú veist bara auðvitað þá þarf maður kannski að fara að kíkja aðeins í hana þannig að þetta er bara eins og með Joni Mitchell og svona alls konar þú veist það er svona sem kannski maður var ekki beint að leita í sem reyna að vera eitthvað töff þetta er eins og ætlaði að vera bróður enska bókmenntir og alltaf sleppa Shakespeare það er ekki má ég skjóta inn Egill bróðir hann var 15 ára og kom með plötur þegar hann fór að vinna einhvers staðar og eignaðist pening og það voru fyrst svona plöturnar sem að komu sem að maðurinn hennar mömmu hafði unnið á vellinum, það voru svona gefnarplötur sem að verið að flytja og vildi ekki taka með sér og meðal annars hlustaði ég á Johnny Cash í San Quentin og fleira og Hank Williams og Jimmy Reeves og svona, þannig að ég er með það í mér. En ég var 10 ára þegar að Greatest Hits Vol 2 kemur, sem er gefin út þetta í 71. Hún kemur á heimilið og ég byrja að hlusta á hann þar og það var það sem að ég hugsaði mig við satt undir þessari mynd að helvítis maðurinn hann kom inn í mig einhverju svona tilfinningalífi ég er ekki eins og komin á kynþróskaldurinn og er að hlusta á þessi ástarsöngvans og svo er ég náttúrulega að skilja valla ensku og er að reyna að skilja þetta og ég satt og horfa á þessa mynd og hugsaði þessi svona, ég veit ekki hvað þetta er eitthvað svona sjálfsvorkunarkennd deburð sem þessi andskotars maður kom inn í mig óharnað barnið þarna sem ég hef eiginlega verið með alla helvítis ævi eftir hennar mann og ég hugsaði, þú veist, kannski var þetta ekki svo holl inntaka því að það er ekki eins og hann sé einhverju endalaus breidd, þótt hann sé mikil breidd í frásanamáta og einhver fleira, þá er hann ekki endalaus breidd í því hvað hann er að segja og hvernig staða mannsins er gagnvart heiminum, þetta er svona frekar svona hann er einstæðingur sem horfir á heiminn og ég hugsaði hann að segja þetta þörfinn eða ekki ekkert, bara svona stefnunum. Ég er alltaf hest ég þekki ekki Bob Dylan persónulega, ekki kynst honum en ég kynst fólk sem þekkir hann vel eins og Anne Waldman og Allen Ginsberg og þau voru bæði með hann The Rolling Thunder Review og svo góð vinur minn David Amram enda á lífi 96 ára býr í New York og þeir hafa satt með mikið hann og Rolling Thunder Review og ég fá svona skilaboð að hann var svolítið sökk á honum tölveri sökki en David Amram talar það við það en þú segir hann er búin að mildast með aldrinum en hann er mjög he's a very private person hann verð sjálf að því og ég held að hann sé en eins og þetta orð sé að víkja yfir greiningum á öllu ég held að hann sé feiminn já bara feiminn maður já hann er það og þú veist þarf að segja meira En hvað er myndin? Dagur Kári spyrja því og maður gæti sagt sem svo að þetta er bara klassísk saga, þetta er goðsaga 20. aldarinnar mann til þess að verða fullkominn maður þá þarf hann að rífa sig út úr hópnum, út úr þorpinu slíta sig frá hreyfingunni til þess að geta verið einstaklingur, þetta er goðsaga módernismans En come on, ég meina ég var að fara að hlusta á hana ennþá, ég meina ég hugsaði, ef ekki frekar að heila sögu Pete Seeger sem horfir á eftir honum sem fer á móturhjólinu, hann er alltaf á móturhjóli það sem hann kemst bara einn fyrir og keyrir í burtu frá Newport, frá hreyfingunni hefði ekki heimir orðið miklu betri hefði svona, bara átt að Pete Seeger orðið meira áberandi heldur en þessi endalausa leit þessa einstaklings að einhverju sannleika Það var samt aldrei eitt sem mér fannst aldrei gott í þessu því er algjörlega sleppt að búa til einhverja æskusögu, eitthvað sem gerist í Minnesota, hvað sagði þér, Hibbing? Nei, er það ekki Minnesota? Duluth, já, Duluth. Duluth? Í Duluth, já, flott að hann sé frá Duluth, hugsaði ykkur. En ég fór líka að hugsa þú veist, af því að hann er á þessum tíma
svona 60s-ið það þetta sem að Trump að tala þegar hann tala Make America Great Again, það þetta tímabil sem að, ég ekki að tala Dylan sem slíkan, en það upp úr því samfélagi sem hann sprettur það þetta einhver það einhver eftirsjá eftir þessum Bandaríkjum, nákvæmlega. Já, en átökin á milli þeirra, það eru 22 ára á milli þeirra, eru einhver leiti átök á milli kynslóða að Pete Seeger var bara í stríðinu, og hann lítur svo á að hann hafi verið að taka þátt í að byggja upp Bandaríkin og ýta undir hreyfingu þannig að við getum bætt lífskjör og réttindi fólks og við bjöggum til þetta svæði til þess að þið kæmu hingað inn og myndu sprengja þetta upp og fara á næsta skref, en þá kemur allt í einu hippa kynslóðan og vill ekki fara lengra. Nei. Mér finnst þetta gott hvað þú segir, Gunnar, með Pete Seeger sem að berjast að vera sósíalisti í Bandaríkjunum. Já. Og síðan kemur bara kúrekin. Ég er bara einn, ég ætla að gera þetta einn og það er þetta mjög mikið dýrkað í Hollywood. Einfarin, Rambo og allt þetta sem græjar þetta allt alinn. Þetta er eiginlega gabbamynd. Ég las hvað þú skrifar Pete Seeger, hann vondikallinn. Hann er ekki vondikallinn. Ég ber virðingu fyrir mig, en ég verði að viðurkenna, ég hef aldrei beint fílað hann. Hann næri ekki til mín, En það banji og erfitt hljóðfæri, Næstu svo sekkjapípa, Já, en hann lést árið 2014 fyrir ekki. Og svo kemur upp krafsinu að hann hafði sendt afsökunarbréf til Bob Dylans áður hann dó. Já. Yfir hafi ekki staðið með honum. En hvernig með samt... Ég veit ekki hvað, það vildi gera sátt allavega áður hann fór. Hann var spurður af þessu í öllum viðtölum í 40-50 ár. Já. Hjókst þú á rafmagnsvíranna í Newport? Og það var ekki svona hoggið á það. En hann þurfti að svara því allan tímann. Já. En hvernig er þessi saga á þeirra sambandi Pete Seeger og Dylan í þessari mynd? Nú er ég ekki búin að lesa ævisögurnar eða allt ég sem allt á hreinu, en það er einhverja misfellur í myndinu þetta og eitthvað svona, en var hann svona mikið undir vendavæng Seeger? Seeger opnaði hurðina fyrir hann segir ég ætla ekki að taka kyndilinn frá Woody Guthrie sem hann hefði getað sagt ef hann hefði verið annars konar manneskja, heldur hér komin erðaprinsinn. Þannig að það sem að Pete Seeger gefur Dylan í upphagsárunum alveg bara, hann opnar bara heim fyrir hann. Seeger kemur mjög vel út úr myndinni. Ég hef hans svona fólk grunað það, hann er mjög rækilega stiltur af. Bara sem einhvern Obi-Wan Yoda karakter, svo ég noti Star Wars líkingar minnaðisku. Á meðan Alan Lomax gerður á vondakallinu. Safnari. Hann er bara eins og skrýmsli Alan Lomax. Þetta var umkvæði myndin. Hver er sagan? Já, mér fannst svona það er náttúrulega alveg ótrúlega tímar þarna, það er þessi rosalega gróska í gangi og þetta unga fallega fólk sem kemur saman og ljóðauppleistrar og tónleikar og á sama tíma er bara heimurinn að farast, það er actually fólk heldur bara að á morgun verður þetta búið, það er hann Kúbudeilan og svo kemur þessu rosalegi vonar neisti árið eftir með March on Washington 250.000 manns, 120.000 manns sem að hlýða á orð Martin Luthers. Nokkur mánuði setna er Kennedy drepinn, þetta er rosalegar Malcolm X stuttur síðar. Já. Og þetta er náttúrulega rosalega tímar en þetta er náttúrulega verður alltaf svolítið skrítin svona hápunktur í frásögn að maður skuli stingar rafmagnsgítar í samband á þjóðlagafestivali. Þetta er svolítið bara svona svipað eins og ef einhver myndi mæta með saumavél í prjónaklúbb, en so what? Ég meina, Rocky var lengur komið og Pete Seeger, hann benti meðal annars á alltaf þegar verið að spyrja þetta. Hann sagði bara kvöldið áður var rafmagnsgítar á sviðinu, þannig hvað er það að spyrja? Það var ekki málið. Johnny Cash, með band. En mér fannst svolítið, ég veit ekki alveg hver túlkunin hefði átt að vera, en til dæmis það er ákveðnum líkil
líkil ingredient sem sleppt og það til dæmis bara, þú veist, hvað var ekki, þú veist, það er hérna British Invasion, þú veist, Rolling Stones og Beatlarnir að koma upp og nefnt í bara forbifarten. Já, þú veist, og Bob Dylan hittir Beatlarna 64, það sem að Beatlarna reykja gras í fyrsta sinn. Já, og hérna með Al Aronowitz. Þegar Beatlarnir voru bara Love Me Do hljómsveit ykkur. Já, en það er það sko að þú veist, þetta er náttúrulega ótrúlega tímar það sem að eins og Bob Dylan har gefið 2-3 plötur á ári, en það voru líka, þú veist, hérna, mikið hugvíkandi og örvandi efni í gangi og þú veist, hérna, Bob Dylan fer náttúrulega meira og meira út í sko amfetamínnotkun sem að náttúrulega örugglega hefur áhrif á því að hann fer út í rafmagnið en þú veist, það er hvergi, þú veist, maður sé engan reykja jónu, það er svolítið svona, þú veist, eins og fjallum Egyptaland en þú veist, minnast ekki á píramídana, þú veist, þetta er svolítið drastist að taka þetta, þú veist, þessi 2 element út úr frásögninni og þú veist, þessi yfirgangur, það overlapp úr þjóðlega tónlist yfir í rocktónlist að það er bara eitthvað svona, einn daginn þá mætir hann í stúdíu og þú vill frekar spila á rafmagnsgítar, það er eitthvað sleppt að setja það í samhengi við. Akkur heldur það sé, það hefur komið fram að hérna, leikstjórinn las handritið með Dylan og ég nefndi þarna myndir sem eru gerðar eins og Brian Wilson myndin sem er eiginlega ónýtt vegna þess að hann eiginlega fjármagnar hann að einhverju leyti og þarf að samþykja eitthvað einast orð sem er sagt og það er bara orðið, þetta er ekki hægt að trúa þessu sögun lengur. Heldur það sé þannig að það að bara láta hann reykja eða nota amfetamin, að það hefur bara ekki verið nógu gott fyrir ímynd Dylan, hvort sem að það var fyrir Dylan eða það sem að hérna, höfundur vill gera til þess að geta fengið Óskarinn? Það er erfitt að segja sko, ég hef á tilfinningunni að sko Bob Dylan sjálfur hefði kannski ekkert verið með eitthvað spérhættur fyrir því endilega að fjalla það, mér finnst hann að tala frekar svona opin skátt það sko. Samt ekki, hann var nú einhvern tímann var hann háður heroin eða ekki og var með svona hann fór í gegnum mörg tímabili hann hefur aldrei alveg sagt frá þessu sko. Og það kemur lítið fram í myndina að það 61-65 að það var stórt innrás frá Bretland við marga grúpur þegar það var svona cultural explosion var í gangi. Og skáldin er ekki ábyrgð í myndinni, Ginsberg og svona var í New York á þessu tíma ekki? Já, hann kemur ekki fram í myndinni en hann neldi sig við Dylan að því sko beatskáldin þeir hefðu sömu tilfinningar eins og við erum að tala um The New Messiah það er bara Bob Dylan bara... Þetta er kannski líka pínu, þetta er góð punktur þetta með Jónurnar og svona, þetta er pínu það er bara dálítið mikið sól í þessu sko. Þetta er allt dálítið mjög svona, þetta er svona létt og fluffy sko. Það hefði alveg mátt vera meiri slitta bara í New York hana, skiljið, það er bara aðeins meira gritty, hann er aðeins svo fínn. Mér finnst þess að þessi leikstjóri, hann er sko, síðasta mynd sem hann gerði var sko nýjasta Indiana Jones myndin og ég held að hann hafi bara verið mjög meðvitaður ég er að fara að gera þannig séð Hollywood mynd hann fær þennan leikari til að leika Dylan og hún rennur, og ég er ekki endilega að segja að það gerir myndina verri eða lélega, hún rennur dálítið yfirborðskennt, en ástæðan fyrir því við erum hérna, einhvern veginn náð hún samt inn sko. Ég er mjög ánægð með þess að mynd bara litirnir og allt þetta en hvernig er hægt að gera þetta, því að ef menn ætla að fara einhverjum svona furðuvinkla, það var gerð myndum Hank Williams með honum Hiddleston sem var bara misefnuð af því að það var að taka einhvern svona svolítið þröngan vinkil inn á það og maður stóð upp bara, hvað var ég að horfa á? Já, hann leikst til líka Johnny Cash myndina. Já, Walk the Line, því varst hún fín. Já, og svo náttúrulega hefur líka verið að gera þessi mynd Bob Dylan þar sem að einhverju 7 mismunandi leikarar leika Bob Dylan og Tilda Swinton meðal annars leikur Bob Dylan ákveðinu tímabili, þú veist það sem að það er kannski farið á langt í einhverju túlkun, ég veit það ekki, en mér varst einhvern veginn svona bara það er einhver galdur sem fyrirgeður sem að hefur greinilega honum við tekist til leikstjórunum og ég talaði það að ég kannski hafi farið svolítið svona blankur í Dylan-fræðunum á myndina en sko einhvað gerir það var komið fram það var að koma fram, já en einhver hluta vegna er ég að fara aftur og ég var upprifinn sko, þú veist, þó svo ég hafi ekki verið skilin eftir að kreditlistin fór að renna upp að já, nú skil ég Dylan, það er bara langt í frá en þetta er áferðarfallegt og þetta er sigurhúðað, jú, vissulega sko. Og þetta er mjög gott fyrir nýja kynslóðir. Ég er algjörlega að fara með dóttur mína sko. Tvítu krakkar, kveikja á þessu, þú veist, þetta er svona gamli fúli kallar sem eru búin að lesa marga bækur hann kannski erfitt með þetta. En ég veist gaman að heyra að auðvitað er hann
bara sjúklega feimin, það er kannski svona element sem ég ekki alveg fattaði endilega og ég svona skemmt mér að því að horfa á Dylan sko svona á netinu, horfa á hann í einhverjum óþægilegum aðstæðum. Mér finnst að tilhugsunin við það að hann hefði fengið símtal og verið beðinn að koma í Traveling Wilburys, finnst mér alveg sjúklega fyndið. og svo líka skemmti ég mér mjög ofta ári að horfa á YouTube-klippunar þar sem hann að syngja í We Are The World. Já, það æðislega. Það óborgarlega. Ég ætlaði einmitt að minnast á það áðan að þar sérðu mjög mannlegan Dylan því hann er mjög stressaður, óöruggur. Hún líður ekki vel í markmanni. Hún líður ekki, allir reknir út og hann gerir tökuna og síðan kemur dásalegt atriði þar sem Quincy Jones og Lionel Richie kom út, það var frábært og hann í alvöru, fannst ykkur það og faðmar Quincy Jones sér svona óöruggan Dylan. Var það ekki Stevie Wonder? Hann fór að kenna honum, herma eftir honum. Já, hann kenndi honum. Hann var með Dylan á öxlinu og sagði, Stevie, gerir þetta bara svona. Dylan bara, einmitt. Og klúraði strax. En hvað er sagan? Ég var að reyna að pröfa á ykkur með góðsú módernismans að listamaðurinn verður að vera einn og verður að ausa innan úr einhverju djúpu sálarinnar og guðma veit hvað. Það má helst ekki bara, þetta er náttúrulega módernismanum var stilt upp bara af leyniþjónustu Bandaríkjanna sem mótvægi við sósíalrealisma. Það sem var verið að draga alþýðu fólk upp sem sögupersónu, það sem hefði ekki fengið að vera áður og þessi var stilt upp sem hinni raunverulegu list og þar leiðandi er þá Pete Seeger dæmi í myndinni sem sagt eiginlega misnotkun listarinnar, ætla að nota listina í félagslegum tilgangi. Hann er náttúrulega enga meginn eitt samt, ég meina hann er algjör suga og allt í kringum sig. Já, en bara því að þú nefndir þarna Hank Williams er hetjana, skiljið. Senan til dæmis það sem kemur svona heimsendir og það er Kúbudeilan og þá er okkur sýnt það að þarna upplifa allir bara að heimurinn sé að farast og fólk hleypur út og fer bara að ríða eða berja eða hvað sem hann gerir eða ræna eða guðma veit hvað. Í því ástandi semur hann Masters of War og þá gæti maður sagt að frásögnin er það sem það að við höfum ekki að taka allt og mikið mark á þessu lagi. Þetta er eiginlega samið í svona eiginlega miskilningi á því hvert heimur var að fara því þetta reddaðist nú allt saman að forseta Bandaríkjanna og félögum. Að sömuleyti eru svona skilaboð í myndinni út allt að það að velja þá stöðu sem að Pete Seeger valdi sem er að mæta á alla tónleika mæti allar göngur, alla fundi þar sem er verið að berjast fyrir rétti hinna undirokuðu alltaf að gefa vinnu sína aldrei að berast á, mér finnst eiginlega best að þeirra var að kvarta yfir því að væri ferðartöskurnar voru svolítið fancy af því að Pete Seeger er náttúrulega hann er sonur doktora í tónlist sem kendu bæður í það sem seinna var Juilliard og pappans er stórkostlegur tónlistasagfræðingur þannig hann kemur innan úr bara intelligensjunni og bara fáir með annað eins menntakapital sem við mæta hann klæði sig alltaf í gallaföt eins og verkalögurinn vill ekki spila á hljóðfæri nema sem er til á heimili verkafólksins ekkert fancy stöff og má ekki þannig að það er verið að stilla þessu tvennu upp saman og þar leiðandi í sögunni er að það er rétt ákvörðun það er sagardæmið þannig að fara frá þessum heimi á mótorhjólinu og finna sjálfan sig til þess að geta orðið listamaður en gallinn við sögun er það að þegar hann keyrir í burtu frá Newport 65 þá er hann eiginlega búinn með stóra sköpunar tímabilið sitt. Það er meira og minna þegar hann er í liði með Pete Seeger. Já, en svo datt hann nú samt á þessu fræga mótorhjóli og gerði Blood on the Tracks, sem er náttúrulega líklega hans besta plata, fyrir þetta eina óþolandi lag Lily, Rosemary and the Jack of Hearts það er svolítið sorry, það er alveg ræðilegt lag og ég þetta þryggjaðar ég meina þá tók hann upp með The Basement Tapes hann er stórkostlegur hann hljópaði 6 ára aðeins fram Basement Tapes hann var mjög aktífur ennþá það var náttúrulega æðislega tímabil líka hann á mörg tímabil ég meina hann er líka mjög bara geggjaður á síðustu árum í þessu gamla krúnera lögum Frank Sinatra blötum alveg virkilega flottar blötur hann kemur alltaf aftur það gengur mér ekki að búa til hvað myndin er þessi sögutráð er það þroskasaga?
Er það hérna Já, en ég meina, þú veist, kappóimynd lónerinn? Hvað er þetta? Sko, mér finnst þetta að vera, þú veist, innsýn inn í tímabil, innsýn inn í ákveðna persónu sem að tekur stakkarskiptin, tekur stökkbreytingum og en þú veist, það er pínur ágáta fyrir mér hvað myndin er, að því að þú veist, hún er þú veist, það verður eitthvað þú veist maður skilur ekki alveg söguna, þú veist, út frá konunum í lífinu hans, maður skilur ekki alveg söguna út frá því sem er að gerast í heiminum, maður skilur ekki alveg söguna út frá því hvað er að gerast í tónlist, af því að það sleppti bara minnast á áhrif rocksins. Eiturlyfin eru líka tekin út úr þessu, þannig að þetta verður svona svolítið svona bara nice vibe sem er gaman að vera í 2 klukkutíma og þetta er myndband. Ég sagði við son minn sem satt á hliðina á mér og sagði, ættum við ekki að hafa þetta sem singalong-sýningu og var svona hótaði að fara að syngja með. Nei, ég held að svona fyrir svona gamla kall eins og okkur ætti að vera singalong-sýning. En ég held þetta sé líka, ég rifin af þessu sko, einfarin sem skilu við og eitthvað svona, það kemur náttúrulega með gítar eins og bara riffil á bakinu til New York. Einmitt, þetta er í myndinni, en síðan er hún líka eins og svona hálfgerð soðgrilla að það er eitt og annað í gangi, sko. Ég meina, ég fekk pínu kjánahroll til dæmis í þessu Newport dæmi, það sem er búið að breyta þessu í bara einhverja Mission Impossible mynd, sko. Þetta er bara eitthvað svona spennuatrið, og síðan stingur henni samband og þá er hún orðin dálítið yfirborðskennd og þetta með öxina, þú veist, náttúrulega lítið svona öxina og konarnas rólegur, já, þá er þetta orðið mjög mikið Hollywood, en við erum líka með, þú veist, það eru rammar í myndinni sem er bara eins og Tarkovsky, sko, bara svona stendur fyrir fram að Chelsea Hotel og maður er bara svona, wow, þannig að hún er dálítið köflótt, ég myndi vilja segja það svona, svo ég kom inn að kantinu upp að leikstörunum, sko. Já, en mér finnst þú líka svona, þú veist, kallast á við okkar samtíma á skemmtilegan hátt, að það er ákveðin hátt svona pínu svona heimsenda tilfinning sem maður hefur, það er einhverjur brjálæðingar og psykopatar sem eru að stjórna heiminum og það logar allt í stríði og einhvern veginn kjarnorkuváin er aftur komin á einhvern stað sem hún hefur ekki verið í langan tíma og þá svona fyrst mér. Og eldri lögin hans kannski tala meira við samtíma núna, Masters of War og Times That Change In. Já, en þú veist, mér finnst líka umhugsunarefni vera að þarna samaneyðast fólk, þarna hittist fólk, þú veist, til þess að ávarpa ástandið og tjá sig það í samtölum og list en núna, þú veist, við erum ekki að hittast nema bara með að læka status á Facebook. Svo er hann bara og verður alltaf köflóttur og mótsagnakendur og sumt af þessu sem hann gerir er bara ekkert spes. Ég meina, þú ert nú í Stevie Wonder Ball núna, veist, og hann á þessar sömu 4-5 plötur sem eru meistaraverk í röð og svo bara gerist alls konar, skiljiði. Þú veist, en hann heldur svolítið áfram til að ég fylgst með honum frá því að Egill tróðan mín í líf mitt til 10 ára og hef haft mjög svona, eins og þú segir, ég hef komið tímabil þar sem að ég bara leyft honum að slæta en svo fer maður alltaf að maður áhuga á þessari endalausu leit og ég held að sé líka bara velta fyrir svona þroska listamanns, hvernig það þarf sífellt að vera að finna sjálfa þau upp og svona talandi Stevie Wonder og svona, það er kunst af því að eiga svona tímabil og vera ekki svo alla ævina eins og Rolling Stones að leika sig sko 20-an, mennirnir sko, en Dylan gerir það ekki og það er mér finnst svolítið fallegt við hann að ég meina hann er bara eins og Elvis, hann er bara stærðin á honum er slík og hann er verður líklega stærri en Elvis bara þegar tíma líða en Elvis seldi sig á tíma þrátt fyrir það að þá er hann alltaf verður hann minni og minni sem svona eins og maður eða gerandi eftir sem hann líður á ævina og meðan tímabilið þeirra fór að vera með útastættina og var bara að spila sko amerísku söngbókina og maður fekk svona hugmyndum að þetta var eiginlega ævisa hans er maður sem að stígur upp úr fljótinu og næri einhvern veginn algjörum tökum á amerísku söngbókinu og getur allt í henni og svo endanum að þá er hann núna sem gamall maður eiginlega orðin að fljótinu. Þetta finnst mér eiginlega sko fallega sagan Dylan en þessi mynd fjallar náttúrulega ekki það. Já, þú útvarstætt bara, hann er svo góður kennari. Bara ótrúlegið þættir sko. Já.
En talandi einfaran sko og hennar feimna kall sko, nú hverfist myndin svolítið þetta að fara í rafmagnið eins og sé að fara í heroín eða eitthvað, þetta í svoleiðis eitthvað, en að stinga í samband og það allt saman og auðvitað þetta svona eitthvað svona, maður heyrt þetta svona sem eitthvað svona æðislega urban myth liggur við sko, bara wow þegar Bob Dylan fór í rafmagnið og allt var crazy, en sko mér varst fallegt líka bara að hugsa til þess bara af því að hljómsveit finnst mér bara svo fallegt hugtak sko, þú veist að það segja svona eitthvað social dæmi og þú ert að búa til með einhverjum öðrum og eins og saumaklúbb og allt það. Það er sagt í myndinni, einhver segir það er bara að gaman að vera hljómsveit. Nákvæmlega, akkurat, það kemur fram í myndinni að það byrjað, en þetta svona, þú veist, að vera einn í sínu, þú veist, verður maður ekki bara skrítin, þú veist, Bob Dylan er náttúrulega búin að vera skrítin náttúrulega mjög lengi, en það er kannski megin gallin við þessa mynd einmitt að þetta að plugga inn bara ekki alveg nóg sem yfir og aðal plott í þessari mynd. Nei, en það held ég í sögunni þetta tákgrænt. Þetta hérna sem ég að reyna að koma að það sem krafan það til hvers tónlist. Og það sjónarmið Pete Seegers eða Beatlana bara gerólíkt. Og Pete Seegers lítur svo á að þú ætlar að fara út úr fundunum sem við erum með í kirkjunni til þess að berjast fyrir þessu og ætlar að fara og syngja, breyma eitthvað ástarsöng út úr einhver úningaherbyggi. Er það tilgangur? Það breytir heiminum með því, drengur. Það er kannski svolítið, þú veist, ég einmitt að þú veist að við getum hist og hlusta á banjóleik og kveikt á kerti, en þú veist, hins vegar, þú veist, þá bara kjarnorkusprengjan, skilurðu. Þannig að, þú veist, rafmagnsgítarinn svolítið bara eins og kjarnorkusprengjan, það bara, þú veist. Ég líka að sjá það við 5, minnst kosti, við höfum allir verið í hljómsveitum. Allir hérna sko og en ég vildi líka, svo ég fari í smá kvikmyndafræði ég er farin að elska kvikmyndir sem taka sér gríðalegt bessaleyfi í sagnfræðilegri nákvæmni sko. Og þannig þetta auðvitað bara út allt til þess að búa til spennandi sögu. Ég svona bara að segja slakið aðeins á sko, ég að bregðast við búið að vera mikil umræðum vikið þessar hrættina svona, þetta ekki svona og svona og bla 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 og þetta gert mjög glannalega í Dylan-myndinni, hann í Newport og síðan kemur þetta Royal Albert Hall Judas komment bara sett þar inn og mér fannst það bara skemmtilegt sko. Hvað góðu lagi? Já, eða Manchester eða hvað sem það var, ég veit ekki. En mér finnst sko frásögnin að sömuleyti að því að ég svona fylgst með Dylan að þá þetta svolítið eins og að fletta bara myndabók. Þú veist, það ekkert þarna, það engin túlkun eða neitt sem kom mér óvart í þessari mynd. Líka bara svo erfitt að festa fingur á hann. Ég menna þú veist, þú getur hitt viniðina 300 daga á ári og þú skilur ekki neitt samt í þessu. Ég menna, lesi textana alveg endalaust og við heldum Bob-kvöld lengi eins og við kallum það, ég og Haukur Ingvarsson vinur minn og Eiríkur Guðmundsson heitinn. Eiríkur hafði mikla skoðanir á sínu manni og mikill textamaður, en ég menna, þú veist, algjörlega lost eins og allir aðrir, en þetta það sem yndislegt við hann. Að hann bara endalaus hafsjór af einhverju sem hún nærði aldrei utanum. Og þetta það sem við viljum. Já, og auðvitað getur Hollywood ekkert alveg miðla þessu, skiljið. Ég meina, Nei, það flett svolítið. Það þarf að dramatisera og þarf að færa Judas til og allt þetta. Ég meina, það þarf að segja Hollywood sögu. En hvernig fer þetta á onni í svona Dylanista bara, því við erum búin að tala aðeins, eða minnast á Vigdísa þættina og það var svo gaman að horfa á fólk að tala bara að þetta var nú ekki tungutak unga fólksins á þessum tíma. Ég býð eftir þessari lærðu grein þessa mynd og bara talaði Jóhann Bæis svona, sagði hún fokkaður og spilaði þetta lag gerpið þitt, sagði hún þetta á sínum tíma eða var það öðruvísi og svo allar þessar missöllur í tíma og rúmi sko. Þetta var í ágúst, plata kom ekki út fyrir eitthvað svona sko, en ég veit ekki var þetta trufla ykkur sem eru lærðir í fæinu? Nei, mér finnst að mér algjörlega sammála Arnari sko, þú veist, það að gera að taka sér skáldaleyfi til þess að fá frásögnuna til þess að ganga upp og það, þú veist, mér varst bara upplætt að henda inn þessu komment frá Manchester inn í Newport, þú veist, við stuðum mig ekki, sko, en bara söknurinn er eftir einhverju taki, þessi einhver túlkun, einhver vingill á, þú veist, hvað gerist? Ég veit ekki henni það, ég sá myndina tvisvar, þetta vera vel undirbúin. Mér fannst það ennþá skemmtilegri annarskipti. Laka til kvöld. Því ég elska kvikmyndalist. Ég hef alltaf gert það síðan 6 ára. Litteratur, tónlist, kvikmyndalist.
og þá fór ég að skoða hluti sem þeir eru búin að tala svolítið mikið meira svona detail sko. En já, mér finnst líka getur verið hérna kenning án ábyrgðar, getur verið við erum allir hérna orðnir það gamlir að maður er svona, mér er alveg sama ég er ekki hérna, bara fínt og sen erum við með yngri kynslóðina og mér fyrir að gruna að leikstjórinn og bara teimið á baku myndina hafi bara vita athugið að við munum fá yngri kynslóður inn þannig að hún er dálítið Disneylega því litinu til eins og Star Wars hérna röðin er að þróast að þú passaði bara að vera með þetta hæfilega þægilega matreitt ofan í mannskapin sko. Mér finnst þess að þessi mynd sé þannig sko. Og hún er náttúrulega manni sem í aðalhlutverki leikara sem er ekkert venjuleg stjarna. Einmitt, bara einn stærsta kvikmyndastjarna heims í dag. En ég er tótalega sammála að þetta eftir að vekja mikið athygli og Dylan og þessi yngri kynslu bara vissu ekki svona predikun sko ég held nefnilega að Dylan sérfræðingarnir þeir vera svo þakkláti fyrir það að þeir munu ekki taka þátt í þessu sem að þú veit að tala að vera að kvarta yfir tíðinu þeir eru bara svo dásanlegt að sitja og ég er ekki að það var bara ungt fólk sem að fílaði Dylan innan mig bara nýja kynslóðir, það er frábært og að fá líka fólk í bíó finnst mér svo mikilvægt líka og minna tala um að hafa gaman og hérna vera sama þú veist ég fór sko í leikhús svona einhverjum 2000 í Borgarleikhúsi og sá uppsetningu á Djöflunum eftir Dostojevskí og það var svo leiðilegt að eftir það þá hef ég bara reynt að skemmta mér þú veist og ég hef alltaf haft gaman bara eftir það sko við komum heim fjölskyldan og stelpurnar fóru beinustu leið og náði í Dylan plötunar og skelltu á vónin sko. Bara ekki spurning sko og hann rúllaði bara allt kvöldið sko þannig að eitthvað er að virka hann er og verður klassík og kannski að gera benda til dæmis á plötu Cat Power sem hún spilar 66 konsertinn allan í Royal Albert Hall og gerir það frábærlega sko, veist, að liggu að þetta sé betra en 66 með mannum sjálfum sko. Ég aðdraganda þess að myndi kom í bíó að þá dunda ég mig við að tína saman svona playlista á YouTube það sem voru konur að syngja Dylan og endaði í sko 130 lögum sem ég hef látið rúlla svolítið og þar eru innan milli alveg ótrúlegur flutningur og ég er með kenningunni að ef þið viljið hlusta á Dylan að hlustið á það sem konur eru að flytja hann því að þið viljið þar sem kallanir eru að reyna að spila hann það gengur ekki alveg náttúrulega Herðu, gaman að fá ykkur hingað og langt síðan ég veit menna til þess að tala um Dylan ég hef verið bara yfirleitt einn í minni fjölskyldu þangað til núna, ég fór með barnum og því að ég fór með 17 ára dóttur mína að það var svo gaman að því að hún var svona bráðgerð í tónlist og þá gat ég þegar hún var minni sko verið að kynna hana fyrir til dæmis Beatlunum og henni fætti bara að engan á Beatlunum svo spilaði ég til þess Ray Charles og hún féll alveg fyrir honum og hann fekk Abba hún að enga sérstakann á honum en ég fattaði þarna þegar við vorum með yfir þessu að ég hefði aldrei þorað að spila Dylan fyrir hana þannig að ég var mjög spenntur því að hún kemur bara nýja af þessu 17 og það er ekki svo mikil Dylan í umhverfi 17 ára barna og ég var rosalega ánægður hvað hún var ánægð með músíkina og þá sagði ég að ég hefði nú ekki að hitta ævinni í tóma vitleysu við að hlusta á hann helvíti skall Já, hún er með góðan smekk hún er fíla Ray Charles ég var eftir það bara leið og bara komið bara fyrstu tónarnir og þá veit hún vera á honum en svo lét hún alls konar dót í tónlistarsögunni slæta og það engan á því. Herðu, en ég hvet fólk til að gera þetta eins og að fara á myndlistasýningar eða smakka mat eða með ábönn að nota að horfa á heiminn í gegnum bönnin ég hvet ykkur til að gera það. En herðu, kæra þakki fyrir komuna Mike Dagur, Arnar Guðni og Kristján Freyr. En við ætlum að sitja hérna áfram og taka eitthvað allt annað efni fyrir hérna við rauðaborðið við komum eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.